Já, ég heilsa ykkur öllum í Drottins nafni og verið velkomin hingað í Hofskirkju í Öræfum. Hér hefur staðið kirkja svo lengi sem menn muna, en þó talið að kirkja hafi risið hér fljótlega eftir lögleiðingu kristinnar trúar. Kirkjan var þá helguð heilögum Klemens og kemur það meðal annars fram í máldagi frá árinu 1343. Fram til 1913 hafði Hofskirkja verið bændakirkja, en það ár þá afhentu þáverandi eigendur kirkjunnar hana söfnurum til eignar. Svo þegar leiða á 20. öldina, þá fór að líða því að það þurfti að gera við kirkjuna og að fara að sjá á henni, og kom þá upp svo hugmynd að reisa steinsteypta kirkju. Og svo miðja öldina, og þá var ekki hægt að bíða lengur með nýja kirkju, en þá komu saman maður á vegum sóknarnefndarinnar og þjóðminjavörður og ræddu hvað hægt var að gera. Og þá komust þeir að því að það væru nú ekki margar kirkjur eftir í þessum stíl hér á landinu, var því ákveðið að það þyrfti að varðveita hana. Eftir að þessi tveir höfðu rætt saman var ákveðið að fara í endurgerð kirkjunnar, og var það árið 1953 sem kirkjan var rifin og endurbyggð. Og sama ár var hún sett á fornleifaskrá. Árið seinna, 1954, var það hann Ásmundur biskup Guðmundsson sem vígði kirkjuna. Þessi kirkja hefur alltaf vakið mikla hrifningu og enda hún dásamleg og gott að koma inn í hana. Og hér ætlum við að eiga góða stund næstu mínútur og endilega takið undir ef þannig liggur á okkur. En við skulum hefja stundina með því að merkja okkur Kristi og signa okkur og segja í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Sá siður að gera aðventukrans og kveikja á kerti fyrir hvert sunnudag aðventu ekki mjög gamall hér á landi. Hann barst hingað eftir síðari heimsstyrjöldina, en hefur náð að festa rætur sínar, og nú eru mörg heimili sem skarta slíkum krönsum, ekki ósvipum með þessum sem hér. Kertin eru 4, eins og við vitum, og hefur hvert kerti þema sem hjálpar okkur að íhuga boðskap jólanna. Fyrsta kertið kallað spádómskerti og minnir á spádóma Gamla testamentisins sem segir komu frelsarans. Og svo það annað kertið, Betlehemskertið. Það leiðir hugan okkur að bænum þar sem Jesús fæddist og var lagður í jötu. Og svo þriðja kertið, hirðakertið. En það minnir á hirðana sem voru fyrstu mennirnir sem fengu að vita fæðingu frelsarans. Og fjórða kertið, englakertið. En það vísar til englanna sem birtust á jólanótt og sögðu frá því að Jesús væri fæddur. En við skulum kveikja á fyrsta kertinu sem spádómskertið. Við skulum heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þegar þeir nálguðust Jerúsalem og koma til Betfage og Betaníu við Olíufalli, sendir Jesús 2 lærisveina sína og segir við þá: farið í þorpið hér framundan ykkur. Leið og þið komið þangað munið þið finna fola bundinn sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. En ef einhver spyr ykkur hvers vegna þið gerið þetta, þá svarið: Drottinn þarf hans við, hann sendir hann jafn skjótt aftur hingað. Þeir fóru og fundu folan, bundinn við dyr úti á strætinu og leystu hann. Nokkrir sem stóðu þar
sögðu við þá: hvers vegna eru þið að leysa folan? Þau svöruðu eins og Jesús hafði sagt og þau létu þá fara. Svo færðu þeir Jesú folan og lögðu á hann klæði sín, en hann settist á bak. Og margir breyttu klæði sín á veginn, en aðri lim sem þau höfðu skorið af trjánum. Þeir sem á undan fóru og eftir fylgdu hrópuðu: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Blessað sé hið komandi ríki föður vors Davíðs. Hósanna í hæstu hæðum. Jesús fór inn í Jerúsalem og í helgidóminn. Þar leit hann yfir allt, en þar sem komið var kvöld, fór hann til Betaníu með þeim 12. Og þannig hljóðar í heilaga Guðspjall, og sælur þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Nú hafið nýtt kirkjuár. En nýtt kirkjuár, það fellur aldrei á sama tíma og okkar árum, og þetta árum sem við þekkjum svona alla jafna. Kirkjuárið hefst ætíð á fyrsta í aðventu. Já, það komin fyrsti í aðventu. Eftirvæntingin hafin að jólunum, en eftirvæntingin einhverju öðru mun nú blandast við í jólahátíðina, en það þessi bið eftir þessu bóluefni. En aðventan dásamlegur tími. Já, ein af mínum uppáhaldsbókum heitir Aðventa. Þessi hér. Það eflaust margir sem lesa þessa smásögu á aðventunni. Smásaga eftir Austfirðinginn Gunnar Gunnarsson, sem kom fyrst út árið 1936 á þýsku, svo dönsku, svo kom hún út á íslensku loksins árið 1939. Og síðan hefur þessi bók raunur farið sigurför heiminn, eða mætti orða það þannig. Tilurð bókarinnar þannig að í desember 1925 hélt 10 manna hópur á fjöll fyrir austan í leit að eftirlegukindum. Einn mannanna hét Benedikt Sigurjónsson, kallaður Fjallabensi. Svaðilför hans og hinna í hópnum var rakin í frásögn í tímaritinu Eimreiðinni 6 árum síðar. Upp úr þessari frásögn vinnur Gunnar söguna sem síðar varð að aðventu. En já, aðventa. Bókin Aðventa. Það strax í fyrstu setningunni sem Gunnar náði að heilla mig. Þessi dásamlega setning: þegar hátíð fer í hönd, búa menn sig undir hana hver á sína vísu. Þetta svo satt. Við höfum öll okkar venjur þegar kemur að aðventunni. Ljósum fer að fjölga á og í húsum, jólalögin fara að hljóma, sum okkar baka, aðrir leggja rækt við andlega heilsu sína, og svo það enn aðrir sem fara á fjöll, það líkt og Benedikt gerði í bókinni. Já, aðventan dásamlegur tími, og orðið aðventa, það veitir einhverja hlýju. Eða eins og Gunnar segir í bókinni: aðventa. Benedikt tók sér orðið í munn af stakri varfærni. Þetta mikla hljóðláta orð, furðulega annarlegt og þó leið innfjált. Sennilega það orð sem snart hann dýpra en öll önnur. Orðið þýddi eftirvænting á næsta leiti, undirbúningur, einhvers betra. Já, á göngu sinni áttar Benedikt sig á því að eftir því sem árin færðust yfir hann, þá væri líf hans, ein stór aðventa. Já, eins og hann sagði: því hvað líf mannsins á jörðinni ef ekki ófullkomin þjónusta sem helgaðist af bið eftir einhverju betra, eftirvænting, undirbúningi, þeirri ákvörðun að láta gott af sér leiða. Það skondið að heyra Benedikt tala svona sig í bókinni.
Hann talar eins og sé orðinn fjörgamall. Hann talar að hann sé kominn á efra aldur. En í sögunni þá hann ekki nema 54 ára gamall. Unglingur, maður mætti segja kannski. Það kemur fljótlega fram að Benedikt trúaður maður. Og Gunnar var oft hugsað til Krists, trúarinnar, og Biblíunnar í verkum sínum. Benedikt vel lesinn á Biblíuna. Hann með hundinn sinn Leo með sér og forystushrútinn Eitil sem myndar þrenninguna. Og Benedikt fljótur að sjá kjarnan í því sem í kringum hann. Hann þekkir í raun ekki hismið, líkt á Kristur. Og svo það ljósið. Ljósið hefur sterka nærveru í bókinni Aðventu og skilur það milli lífs og dauða. Og það að segja hjá honum. Ljósið og myrkrið koma fallega við sögu á einum staði í bókinni. Þegar Benedikt kemur að botni, efsta bænum áður en hann heldur á Öræfin. Þar segir: menn á gangi í myrkri hverfa furðanlega hver öðrum og þó sú einmannakennd í fyllsta máta frábrugðin einveru mannsins á fjöllum uppi. Hérna niðri í byggðinni hún ekki alger. Maður heyrir aðrar raddir en sína eigin, verður áskynja andardráttar í námunda. Hinn heildjúpa tómleik utan úr geimnum og neðan úr grunni grjótsins leggur ekki sem ískulda hársræturnar. Ljós sem logar yfirnema sjálfum sér næstum því eins og einmanna manneskja, efasjúk sál til einskis gagnleg en breytist átakanlega leið og einhver kemur á vettvang. Þegar mennirnir 3 gengu í bæinn var ljósið á tólgarkertinu allt annað. Hafði fengið starf að stunda, hlutverk að rækja. Kertaljósi sýnd líkn með því að láta það ekki eyðast til einskis gagns. Þá heldur vekja það til lífs á ný, til þjónandi lífs ef á þarf að halda. Já, þetta fallegu texti, heimspekilegur, en hefur að geyma mikinn sannleik. Kerti hafa þó fengið annað hlutverk í dag en það gerði áður fyrr. Og þar kemur tæknin. Kerti hafa hætt að vera nauðsynleg til að lýsa upp híbýli okkar mannanna. Það gera LED-perurnar í staðinn. En segja má að kerti lýsi upp sál okkar, því það að kveikja á kerti veitir okkur gleði. Finnum fyrir notalegaheitum í sálinni og okkur líður vel. Ljósið mikilvægt í okkar lífi, hvort sem það í formi ljósaperu eða kertis, eða einhverju öðru formi. Jesús sagði: ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Já, Jesús ljósið og hann tendrar ljósið í hjörtum okkar einnig, því hann sagði líka: þér eruð ljós heimsins. Og við eigum að bera þetta ljós áfram til annarra. Og það aldrei eins mikilvægt og nú, á þessum tíma, á aðventunni. Já, þetta mikla hljóðláta orð, furðanlega annarlegt og þó leið innfjált. Aðventa. Njótum aðventunar. Já, tendrum ljós. Í Jesú nafni. Amen.
Skulum biðja saman í Drottins nafni. Guð, við þökkum þér fyrir trúfesti þína. Við þökkum þér fyrir Jesú Krist sem þú gafst heiminum til lífs. Við þökkum þér að við fáum enn að njóta aðventu ljósa og hljóma og undirbúa fæðingarhátíð frelsarans. Opna hugi okkar og hjörtu fyrir anda þínum. Virkja hendur okkar, vit og vilja til að búa honum veg í lífi og samskiptum öllum. Amen. Ljósins Guð, þökk sé þér fyrir að ljósið lýsir í myrkrinu. Þökk sé þér fyrir ljós nærveru þinnar í öllu myrkri. Guð, við biðjum þig að þú látir aðventuna minna okkur á Jesú, son þinn, sem ljós heimsins, sem enn á ný kemur á móti okkur með ljós lífsins. Amen. Ég þakka fyrir þessa stund og nú höfum við María saman eða í sikkvoru lagi farið í allar kirkjur í prestakallinu og hefur okkur þótt það ákaflega gaman. Næsta dagskrá aðventustund og verður hún einnig með óhefðbundnum hætti og því hvet ég ykkur endilega til að fylgjast með hér á skjánum. Takk aftur fyrir. Ég segi að lokum, Drottinn tendri þér elsku til sín og náungans. Amen.